íslenskurfréttir af árinu 1915. Dagskrárgerðina annaðist Andrés Indriðason. (1915) Íslenskur fáni og samgöngubætur. Konungur hefur staðfest frumvarp Alþingis að stjórnarskrá með ýmsum nýmælum og réttarbótum. Konur fá nú kosningarétt til jafns við karlmenn. Þetta mikilvægur áfangi í baráttu Kvenréttindafélags Íslands sem var stofnað árið 1907. Árið eftir var kvennalisti með 4 konum borinn fram í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík og náðu allar kjöri, en íslenskar konur hafa meira að segja farið í verkfall. Kosningaaldur lækkar nú úr 30 árum í 25. Konungskjörnir þingmenn eru lagðir af, en í stað þess kemur landslisti með 6 þingmönnum sem eru kosnir hlutfallskosningum til efri deildar. Þetta þykir spor í lýðræðisátt. Og ráðherrum má fjölga með einföldum lögum og kann þess að vera skammt að bíða að á grundvelli þessa verði fyrsta íslenska ríkisstjórnin mynduð. Einnig má breyta tölu þingmanna með einföldum lögum. Sýnilegasta réttarbótin þó svo ákvörðun konungs að Íslendingar fái sérstakan fána, þrílitafánan. Konungur skipaði sérstakan nefnd í fánamálinu eftir að upp úr sauð fyrir 2 árum þegar Einar Pétursson réri á litlum kappróðrarbáti Reykjavíkurhöfn með bláhvíta fánan á stöng í skut, en skipstjóri á dönsku herskipi lét handtaka Einar og gera fánan upptækan. Þá hófust mikil mótmæli og fundahöld og í stað Dannebrog var fjöldi bláhvítra fána dregin að húni. Réttarbæturnar eru þáttur í hinum miklu framförum sem nú eiga sér stað hér á landi, þótt nú geysi heimsstyrjöld sem meðal annars hefur tafið mjög fyrir framkvæmdum við gerð fullkominnar hafnar í Reykjavík. Efnið sótt í Öskjuhlíð og það flutt með járnbraut niður að Höfn, fyrstu járnbrautinni sem lögð hefur verið hér á landi. Þessar framkvæmdir eru dæmi hinar miklu framfarir sem hafa orðið og að verða í samgöngumálum þjóðarinnar. Og þar má einnig nefna gerð vega og brúa, svo sem brúarinnar yfir Fnjóská sem lengsti steinbogi á Norðurlöndum. Réttarbætur í hinni nýju stjórnarskrá hafa svo sannarlega stuðlað að framförum á mörgum sviðum. Síðustu 2 ár hafa verið fluttir bílar til landsins sem hafa reynst svo vel að þeim fer nú fjölgandi. Háskóli Íslands var stofnaður 17. júní 1911 á aldarafmæli Jóns Sigurðssonar. Hefur skólinn nú starfað í 4 ár. Íslendingar hafa barist fyrir alþjóðlegri viðurkenningu og fengu því framgengt þrátt fyrir andstöðu Dana að íslenskir íþróttamenn fengi að koma fram á Ólympíuleikunum í Stokkhólmi 1912 sem sjálfstæður flokkur en ekki sem hluti af flokki danskra íþróttamanna. Gátu Íslendingar sér góðan orðstýr. Áfengisbannið sem samþykkt var fyrir 3 árum hefur vakið athygli erlendis, en á nýársnótt 1915 var öllu víni hellt niður. Og síðast en ekki síst má minna á stofnun Eimskipafélags Íslands í fyrra, en fyrsta skip félagsins Gullfoss kom til landsins fyrir 2 mánuðum og annað skip félagsins Goðafoss væntanlegt til landsins í næsta mánuði. Frá 1870 hefur stór hluti þjóðarinnar flutt vestur haf, alls milli 17 og 20.000 manns. Þessa mynd tók Sigfús Eymundsson ljósmyndari og kaupmaður af íslenskum vesturförum borð í Varanum hinnar ýmsu fréttir síðustu aldar. (1918) Fullveldi og harðindi. Ísland orðið fullvalda ríki. Í tilefni af þessum mikla áfanga sem leggur grunn að fullnaðarsigri Íslendinga í sjálfstæðismálinu var haldin athöfn við stjórnarráðshúsið í morgun, þar sem íslenski ríkisfáninn var í fyrsta sinn dreginn að húni.
Sérstök sambandslaganefnd lauk störfum í júlí síðastliðnum. Þjóðþing beggja landanna samþykktu tillögur hennar sem var staðfest í þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi. Eina samband landanna verður sameiginlegur konungur, en þó geta Íslendingar orðið lausir við ákvæði samningsins árið 1943 ef þeir kjósa það, fengið stofnað eigin hæstarétt og tekið utanríkismál og landhelgisgæslu í sínar hendur þegar þeir vilja og geta. Ríkisborgararéttur Dana og Íslendinga verður gagnkvæmur. Þjóðaratkvæðagreiðslan hér er í takt við tillögur Wilsons Bandaríkjaforseta sjálfsákvörðunarrétt þjóða, sem lið í friðarsamningum við lok heimsstyrjaldarinnar. Eftirgjöf Dana má hugsanlega þakka því að þeir sækjast eftir því að íbúar í Schleswig-Holstein fái að ráða hvort þeir vilji tilheyra Danmörku eða Þýskalandi, en Þjóðverjar tóku þessi hérað á Dönum í styrjöld 1864-66. Þótt Danir og Íslendingar hafi verið hlutlausir í stríðinu og framfarir hafi skapað okkur grundvöll til að byggja fullveldi á, hefur syrt í álinn síðustu 2 árin vegna hafnbanns Þjóðverja, vöruskorts og dýrtíðar. Kjör almennings hafi ekki orðið verri langt árabil en á síðasta ári. Á þessu ári hafa síðan 3 áföll dunið yfir landsmenn. Síðastliðin vetur var mjög harður. Hafís lagðist að landinu, tefti siglingar og olli eldiviðarskorti. Alls voru drepnir 7 hvítabirnir sem gengu á land. Frostið komst í 37,9 stig á Grímsstöðum og Fjöllum, í 24,5 stig í Reykjavík. Í haust gaus Katla eftir 58 ára hlé. Gos úr henni verða undir jökli og eru því svipuð að eðli og Grímsvatnagos þegar jarðeldur bræðir ísinn og vatn brýst fram undan jöklinum í miklu hlaupi sem ber fram gífurlegan aur og stór jakabátn. Jökulhlaupið hefur myndað stóran tanga við Hjörleifshöfða, Kötlutanga, sem orðin er syðsti oddi landsins. En versta áfallið er þó spánska veikin, inflúensufaraldur sem hefur lamað allt líf í Reykjavík. Þegar hafa 200 manns látist í drepsóttinni og sér ekki fyrir endan á mannfallinu. Þetta setti mark á hátíðahöldin í dag þegar fullveldinu var fagnað. Þau voru látlaus og hljóðlát í skugga dauðans sem hefur gert sig heimakominn á svo mörgum heimilum. (1919) Fyrsta flugvélin og gróska í menningarlífinu. Fyrsta flugvélin sem Íslendingar eignast hefur hafið sig til flugs í Reykjavík. Það var klukkan 5 í dag að danskur flugmaður, Cecil Faber, hóf flugvélina sem er af gerðinni Avro 504 á loft í Vatnsmýrinni og lenti aftur eftir að hafa farið nokkra hringi yfir bæinn. Faber flugmaður hefur getið sér góðan orðstýr í loftherr Breta í styrjöldinni og hefur hann skotið niður 5 óvinna flugvélar. Flugvélasmíði fleygði fram í stríðinu og njóta menn nú góðs af því í borgaralegu flugi. Flugvélin er eign nýstofnaðs flugfélags Íslands. Hún var flutt til landsins með Gullfossi og 2 erlendir sérfræðingar settu hana saman hér. Í kvöld var haldin flugsýning í Vatnsmýrinni að viðstöddu fjölmenni. Að lokinni ræðu Garðars Gíslasonar, formanns flugfélagsins, hóf Faber vélina á loft, flaug henni upp í 500 metra hæð og lék ýmsar listir við mikla hrifningu viðstaddra. Fyrstu íslensku flugvélinni hefur verið flogið alls 146 flug með farþega og hefur hún reynst vel. Á þessari mynd má sjá vélina fljúga yfir miðbæ Reykjavíkur. Faber flugmaður telur túnið í Kaldaðanesi í Flóa besta lendingarstaðin sem hann hefur fundið, en lengsta flug hans var yfir Vestmannaeyjar og tilbaka aftur. Mikil gróska er þessar mundir í listum og bókmenntum. Í sumar hefur danskt kvikmyndafélag unnið að því að kvikmynda hér á landi sögu borgarættarinnar eftir Gunnar Gunnarsson. Meðal leikenda er listmálarinn góðkunni Guðmundur Thorsteinsson, Muggur.
Gunnar Gunnarsson nú í fararbroddi í íslenskum bókmenntum og hefur vakið athygli í Danmörku og víðar fyrir verk sín. Og efnileg ung skáld að koma fram á sjónarsviðið, sem dæmi má nefna skáldsöguna Barn náttúrunnar, frumraun 17 ára pilts Halldórs Guðjónssonar frá Laxnesi. Í ritdómi segir að hann kunni að auka íslenskar bókmenntir að góðum skáldskap ef honum endist aldur og heilsa. Og í ljóðabókinni Svörtum fjöðrum eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi þykir kveða við nýjan og ferskan tón í íslenskri ljóðlist. Matthías Jökkumsson hefur kallað ljóðin hina nýju Davíðsálma og segir þau víða frumleg og vel kveðin. Margir góðir listmálarar hafa komið fram á sjónarsviðið. Þórarinn B. Þorláksson, Jón Stefánsson, Ásgrímur Jónsson og Jóhannes Kjarval. Hinn mikilvirki myndhöggvari Einar Jónsson frá Galtafelli orðinn þjóðþekktur fyrir verk sín. Stytta hans af Jóni Sigurðssyni var afhjúpuð fyrir framan Stjórnarráðshúsið 1911. Páll Ísólfsson hefur stundað nám við þekktan hljómlistarháskóla í Leipzig og tekið skjótum framförum. Hann hefur haldið opinbera orgeltónleika í Berlín og taldi gagnrýnandi eins þekktasta tónlistartímarits Þýskalands hann afburða orgelsnilling. Leiklist blómstrar og leikfélag Reykjavíkur ein helsta menningarstofnun þjóðarinnar. Leikrit Jóhanns Sigurjónssonar hafa notið hylli en skáldið lést aldur fram fyrir 3 vikum og var þjóðinni harmdauði. – 1921. Hvítastríðið og stéttaátök. Hernaðarástand hefur ríkt í Reykjavík síðustu 4 daga. Eftir að lögregluliði og aðstoðarlögreglu mistókst að nema burt rússneskan dreng sem Ólafur Friðriksson, ritstjóri Alþýðublaðsins, hafði með sér til Íslands úr Rússlandsför. Augnlæknir og settur landlæknir hafðu lagt til að drengnum yrði vísað úr landi vegna þess að hann var með smitandi augnsjúkdóm sem ekki hefur áður fundist hér á landi. Ólafur taldi það rangindi og pólitískar ofsóknir, enda væru þeir sem hefðu þennan augnsjúkdóm yfirleitt ekki einangraðir. Stuðningsmenn Ólafs réðust að lögreglunni þegar hún kom út úr húsinu með drenginn, fór lögreglan halloka og var drengurinn fluttur aftur inn í húsið. En í dag dróða nýju til tíðinda. Eftir að kölluð hafði verið út 500 manna vopnuð varalögregla, sérstakur lögreglustjóri skipaður og vopnaður lögregluvörður hafður dag og nótt ýmsar byggingar. Kvikmyndahúsin voru lokuð og engar samkomur í bænum. Lögregluliðið braut sér leiðin í húsið upp úr hádeginu í gær og hafði drenginn á brott með sér. 28 menn voru handteknir og í ráði að senda drenginn úr landi með Gullfossi. Í dag hefur öllum sem handteknir voru verið sleppt. Ólafur Friðriksson og Hendrik Ottosson sátu lengst inni og neytti Ólafur einskis matar meðan hann satt í varðhaldi. Átökin sem hafa orðið út af þessu máli eiga sér ekki hliðstæðu hér á landi á 20. öld. Stóðu hvítliðar, andstæðingar Ólafs, vörðum hegningarhúsið. Þessi átök eru dæmi harðnandi stéttabaráttu hér á landi sem hefur brotist fram í verkföllum og vinnudeilum. Þar bar einna hæst hálfsmánaðar verkfall HZ á Togurum vorið 1916 vegna deilu eignarrétt á lifur og skiptingu stóraukins verðmætisennar. Mikil ólga var í Reykjavík og róstur við höfnina þegar verkfallsverðir reyndu að hindra brottfarir togara. Aukin stéttaátök víða land tengjast erlendum áhrifum og alþjóðlegum straumum sem hingað berast. Eftir að sjálfstæðisbaráttunni lauk hefur ekki lengur verið tilefni til pólitískra flokkadrátta það mál og nýjar flokkslínur og pólitísk átakasvið sköpuðust. Alþýðusamband Íslands, Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn voru öll stofnuð 1916 sem mótvægi við þá sem teljast frekar vera á hægri væng stjórnmálanna.
1925 halaveðrið. Dagskrárgerð annaðist Andrés Indriðason. Halaveðrið. Eitt mesta og snegsta aftakaveður sem menn muna í áraraðir hefur skollið yfir vestanvert landið með ofsaroki af norðri, blindhríð og stór sjó. Svona veður hafa oft valdið miklum mannskaða ef bátar og skip hafa verið á sjó og ekki komist í tækatíð til hafnar og hefur því sótt að fólki ótti afdrif þeirra sem hafa lent í veðrinu. Fólk þó að vona að sú tíð sé að baki þegar opnir bátar máttu sín lítils gegn höfuðskeppnunum þegar þær voru í svona ham. Telja margir að stórbættur skipakostur landsmanna hafi dregið úr hættu á slíkum sjóslysum og að hinir öflugu vélknúnu togarar sem flestir voru á sjó á miðunum þegar veðrið brast á muni standast þessa miklu þolraun. En mörgum samt ekki rótt þegar þess beðið að skipin komi inn til hafnar. Nú virðist ljóst að ofviðrið hafi verið mun illskeyttara úti á togaramiðunum en nokkurn hafði órað fyrir. Einkum eru þeir togarar sem komið hafa til hafnar af halamiðum illa leiknir, klakabrynjaðir og brotnir ofan þilja og af frásögnum skipverja má ráða að litlu munaði að sumir færust vegna þess hvernig ís hlóðst á þá. Sum skipin lögðust á hliðina, jafnvel oftar en einu sinni, þegar brotsjóir riðu yfir þau, svo að sjór komst í vélarúm og drafst á vélum. Dæmi eru að skipverjar hafi barist við að ausa sjó og höggva klaka í hálfan annan sólarhring samfleytt til þess að verjast því að skip þeirra færist. Tveggja togara saknað með alls 68 mönnum. Það eru Leifur Heppni frá Reykjavík með 33 mönnum og enski togarinn Róbertsson sem gerður út frá Hafnarfirði en 35 menn eru á honum. Verður reynt að leita þessum skipum en mikinn óhug hefur slegið að mönnum við þessi tíðindi því ljóst að svo trú manna að togararnir stæðust svona veður hefur beðið hnekki. Leit að togarunum tveimur hefur engan árangur borið og því ljóst að óveðrið sem hlotið hefur nafnið halaveðrið vegna þess að það skall fyrst á halamiðum og varð skæðast þar mesta mannskaðaveður aldarinnar. Auk togaranna tveggja fórst vélbáturinn Sólveig frá Reykjavík þegar hann strandaði á Stafneskerjum og með honum 6 menn. Alls fórust því 74 á sjó í veðrinu. 5 manns fórust á landi og kostaði óveðrið því 79 mannslíf. Mikið tjón varð á mannvirkjum og má segja að þjóðin sé sem lömuð eftir þessa miklu blóðtöku. –1927 Stjórnarskipti. Ríkisstjórn Íhaldsflokksins undir forsæti Jóns Þorlákssonar hefur beðið ósigur í alþingiskosningunum og sýnt þykir að fyrsta ríkisstjórnin sem nýtur fulltingis vinstri flokka sé í uppsiglingu. Úrslit kosningana urðu þau að Framsóknarflokkurinn fékk 19 þingmenn, Íhaldsflokkurinn 16, Frjálslyndi flokkurinn fékk 1 og Alþýðuflokkurinn 5. 1 þingmaður utan flokka. Frá því að Framsóknarflokkurinn og Alþýðuflokkurinn voru stofnaðir fyrir 11 árum hafa þessir flokkar ekki verið í aðstöðu til að geta staðið saman að ríkisstjórn. Einn helsti forystumaður og hugmyndasmiður Framsóknarflokksins, Jónas Jónsson frá Hriflu, átti þátt í stofnun beggja flokkana og var hugmynd hans sú að félagshyggjufólk í dreifbýli styddi einkum Framsóknarflokkin, en ekki væri óeðlilegt að Alþýðuflokkurinn væri sterkur í kaupstöðunum. Saman gætu þessir flokkar síðan myndað meirihluta á þingi og náð völdum. Þessi draumsýn Jónasar nú orðin að veruleika og hann nú orðin mestur áhrifamaður í íslenskum stjórnmálum. Nýja stjórnin tekur við á framfaraskeiði í heimsmálum. Mikill uppgangur í Bandaríkjunum og þjóðir Evrópu að rétta úr kútnum eftir styrjöldina. Hér á landi
hafa verið miklar framkvæmdir á ýmsum sviðum. Víða land hafa verið reist sjúkrahús, svo sem á Ísafirði og Kristnesi, lagðir vegir og smíðaðar brýr. Má þar nefna brýr yfir Héraðsvötn og Hvítá. Einnig hafa víða risið nýjar opinberar byggingar. Jafnframt hefur að ýmsu leyti verið fylgt aðhaldssamri fjármálastefnu. Gengi krónunnar var hækkað, dómurum í Hæstarétti fækkað og sendiherraembættið í Kaupmannahöfn var lagt niður. Og á sama tíma voru fullgerð 2 glæsileg hús, Landsbankahús og héraðsskóli að Laugum í Þingeyjarsýslu. Í ráði að semja við fossafélagið Títan virkjun Urriðafoss í Þjórsá og lagningu járnbrautar frá Reykjavík þangað austur. Búast má í því að nýja stjórnin reyni að hrinda mörgum af áhugamálum Jónasar frá Hriflu og félaga hans í framkvæmd. Má þar nefna héraðsskóla út landið, menntaskóla á Akureyri og sérstakann þjóðleikhússjóð sem á að verja til að koma upp þjóðleikhús í Reykjavík. Ekki var það myndun samsteypustjórnar vinstriflokkana að þessu sinni, heldur mynduðu framsóknarmenn einir ríkisstjórn sem situr með hlutleysi Alþýðuflokksins og eins utanflokka þingmanns. Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra, Magnús Kristjánsson fjármálaráðherra og Jónas Jónsson dóms- og kirkjumálaráðherra. Alþingishátíðina árið 1930. Alþingishátíð. Í dag hófst alþingishátíð á Þingvöllum í tilefni af 1000 ára afmæli þingsins. Þetta er glæsilegasta hátíð sem haldin hefur verið hér á landi til þessa, því hátíðargestir eru 30.000 eða tæplega þriðjungur þjóðarinnar. Þjóðhöfðingi Íslendinga Kristján konungur 10. kom til Reykjavíkur hádegisbilið í gær ásamt drottningu sinni Alexandríne. Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra og kona hans tóku á móti þeim á Steinbryggjunni. Þessar myndir og aðrar af hátíðinni tóku franskir kvikmyndatökumenn sem hér voru staddir. Margir góðir gestir komu á hátíðina víðsvegar að. Meðal þeirra voru fjölmargir Vestur-Íslendingar en þeir komu hér að landi í Reykjavík á Ægi, hinu nýja strandvarnaskipi Íslendinga. Bauð Knúð Símsen borgarstjóri þá velkomna. Í fyrradag kom stærsti flugbátur Breta til Reykjavíkur en hann var sendur hingað í virðingarskyni við Ísland vegna hátíðarinnar. Á Þingvöllum hafa Valhöll og konungsbústaðurinn verið færð til, lagðir vegir, reistir sýningarpallar og tjaldbúðir og sett á fót ýmiss konar þjónusta. Við komuna til Þingvalla í morgun heilsaði konungur hempuskrýtum prestum áður en guðsþjónustan hófst en vegna hennar hafði verið komið fyrir predikunarstól við vegg Almannagjár. Sunginn var sálmurinn Víst ertu Jesú kóngur klár en síðan flutti biskup landsins doktor Jón Helgason predikun. Að lokinni guðsþjónustu gekk mannfjöldin í skrúðgöngu yfir á Lögberg og var Kristján konungur 10. í fararbroddi. Konungshjónin tóku sér sæti gegnt Lögbergi. Næst þeim sat konungsarfi Svíja, Gústaf prins. Kristján konungur 10. kom í ræðustól og lýsti því yfir að alþingi sem sett var á þessum stað fyrir 1000 árum hæfist nú að nýju. Mælti konungur á íslensku. Þegar konungur hafði lokið máli sínu hrópaði forsætisráðherra lengi lifi hans hátign konungur Íslands, Kristján hinn 10. og hrópaði mannfjöldin nýfalt húrra svo að undir tók í veggjum Almannagjár. Síðan setti Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra hátíðina. Ásgeir Ásgeirsson forseti sameinaðs alþingis setti fund í sameinuðu þingi. Hvatti hann Þorleif Jónsson til að stjórna fundi og flutti síðan aðal hátíðaræðuna. Efnt var til veðreiða undir Ármannsfelli, það sem heitir Bólabás. Kassabílar fluttu gesti á svæðið og kostaði farið krónu og aðgangur krónu.
Dómarar hafa komið sér fyrir við markalínuna. Verðirnir eru klæddir hvítum einkennisbúningum. Nokkur vanhöld urðu á hestunum sem reyna átti og komu hvergi nærri allir fram sem höfðu skráð sig til kappreiðana. Hér óskar konungur sigurvegaranum til hamingju. Konungur sýndi hestunum mikinn áhuga en hann er mikill hestamaður eins og kunnugt er. Oddur af Skaganum vakti athygli, klæddur að sið fordkappa. Dagskrá hátíðarinnar var afar vönduð og fjölbreytt. Geysilegur mannfjöldi sá og heyrði hina sögulegu sýningu á austari barmi Almannagjár, þar sem talið er að lögrétta hafi verið til forna. Í þessum leikþætti var fjallað lögsögumanns kjör á Alþingi 930. 37 leikarar tóku þátt í sýningunni sem þótti afar tilkomumikil. Haraldur Björnsson hafði veg og vanda af henni en hann fór með hlutverk úrljóts. Á hátíðinni var frumflutt mikið tónverk, alþingisháttíðarkantata Páls Ísólfssonar, en efnt hafði verið til samkeppni kantötu sem flytja skildi við þetta tækifæri. Sigraði Páll í samkeppninni en Davíð Stefánsson, skáld frá Fagraskógi, sigraði í keppni hátíðaljóð. Mikill fjöldi fólks hefur sótt hátíðina dagana sem hún hefur staðið yfir. 2 vegir liggja nú frá Reykjavík til Þingvalla, því auk vegar frá Geithálsi yfir Mosfellsheiði hefur Mosfellssveitarvegur verið framlengdur austur. Það þykir tíðundum sæta að íslensk flugvél hefur verið í förum milli Reykjavíkur og Þingvalla. Hún hefur flutt 120 manns á hátíðina. Í hátíðaræðu sinni sagði þingforseti Ásgeir Ásgeirsson að 10 alda þingsaga talaði til vor í þessu heilaga musteri manndóms og drengskapar undir bláum himni. Það hitaði hjartaræturnar. Þykja þessi orð lýsa vel hughrifum gesta á Þingvöllum í dag. Sem útvarpið á að fá inni. Annað stórhýsi við Austurvöll, teiknað af Guðjóni Samúelssyni, stendur við Austurstræti 16. Húsið var reist skömmu eftir að eldsvoðinn mikli hafði eytt fjölda húsa í miðbæ Reykjavíkur 1915, en þá brunnu 12 hús og 2 menn fórust. Hótel Borg, glæsilegasta hótel landsins, er nú risið af grunni. Jóhannes Jósefsson glímukappi, sem hefur sýnt fangbrögð erlendis og gert garðinn frægan, lét reisa hótelið og naut stuðnings bæjarstjórnar Reykjavíkur og Alþingis. Fyrir 4 árum var íþróttavöllurinn á Melónum í Reykjavík endurnýjaður og færður til. Landspítalinn hefur nýlega tekið til starfa í nýju stórhýsi sem Guðjón Samúelsson teiknaði. Guðjón teiknaði líka Laugarvatnsskóla sem reis af grunni í fyrra. Hann er stærsti héraðsskóli landsins. Stærsti barnaskóli landsins, Austurbæjarskólinn, er risinn í Reykjavík. Hótel Borg, glæsilegasta hótel landsins, er nú risið af grunni. Jóhannes Jósefsson glímukappi, sem hefur sýnt fangbrögð erlendis og gert garðinn frægan, lét reisa hótelið og naut stuðnings bæjarstjórnar Reykjavíkur og Alþingis. Fyrir 4 árum var íþróttavöllurinn á Melónum í Reykjavík endurnýjaður og færður til. Landspítalinn hefur nýlega tekið til starfa í nýju stórhýsi sem Guðjón Samúelsson teiknaði. Guðjón teiknaði líka Laugarvatnsskóla sem reis af grunni í fyrra. Hann er stærsti héraðsskóli landsins. Stærsti barnaskóli landsins, Austurbæjarskólinn, er risinn í Reykjavík, teiknaður af Sigurði Guðmundsssyni. Þykir skólinu margt til fyrirmyndar í gerð skólahúsa. Barnaskóli Reykjavíkur, sem hefur verið nefndur miðbæjarskólinn í munni Reykvíkinga, hefur fram til þessa verið eini barnaskólinn í bænum, en þetta skólahús leysti af hólmi annað eldra úr steini sem var reist 1882 á horni Hafnarstrætis og Pósthússtrætis. Á árinu 1930 var vígð ný brú yfir Skjálfandafljót. Dettifoss bættist í flota Eimskipafélagsins. Strandferðaskipið Súðin var tekin í notkun. Og Flugfélag Íslands hefur starfrækt 2 flugvélar með Sigurð Jónsson, fyrsta íslenska flugmannin við stjórnvölinn, Súluna og Veiðibjölluna. Hér sést Súlan á Ísafirði. Þýski loftbelgurinn Zeppelin Greifi, frægasta loftfar í heimi, flaug yfir landið í sumar. Hér er farið yfir Vestmannaeyjum.
og hér yfir Reykjavík, en það flaug nokkra hringi yfir borgina. Það er geysistórt, 120 metrar á lengd eða viðlíka og frá Landsbankahúsinu að Stjórnarráðsblettinum. Landsmenn hafa fylgst bjartsýni vegna hinna miklu framfara sem orðið hafa þegar árið 1930 rennur í aldanna skaut. Hið eina sem skyggir á er fjármálakreppa sem dreifist heiminn í kjölfar hruns verðbréfamarkaðar í New York í fyrrahaust, en telja verður að áhrif hennar verði vart umflúin hér á landi fremur en annars staðar. Og ber þátturinn yfirskriftina Gúttóslagurinn, kreppa og átök. (1932) Gúttóslagurinn, kreppa og átök. Fjöldi manns slasaðist í átökum sem urðu í dag milli lögreglu og hóps fólks sem braust inn í Kótemplarahúsið Gúttó og hleypti upp fundi bæjarstjórnar Reykjavíkur þar sem rætt var kauplækkun í atvinnubótavinnu bæjarins. Lögreglan beitti kylfum á mannfjöldan, hlutu margir áverka á höfði og 2 handleggsbrotnuðu. Enginn slasaðist þó lífshættulega. Allar rúður voru brotnar í Kótemplarahúsinu og inni var allt brotið og bramlað, húsmunir sem á grindurnar sem voru á milli bæjarstjórnar og áheyrenda. Notuðu áheyrendur hluta úr húsmunum og grindum sem barefli. Fyrr í sumar kom einnig til riskinga verkamanna og lögreglu eftir bæjarstjórnarfund aðgerðir gegn atvinnuleysi. Atvinnuleysingjar í Reykjavík voru orðnir á 800 og tók Reykjavíkur bær upp atvinnubótavinnu sem skiptar niður þannig að 200 manns gátu unnið í henni í einu. Þegar fjárframlög til vinnunar voru á þrotum, samþykkti bæjarstjórn að lækka kaup verkamanna 3/4. Á útifundi verkalýðsfélagana var þess krafist að bæjarstjórn fjalli frá kauplækkuninni. Aukafundur í bæjarstjórn Reykjavíkur hófst í dag í Kótemplarahúsinu undir lögregluvernd og var það mikill mannfjöldi utandyra. Tillaga að standa fast við kauplækkunina hæsti áheyrundur og þeir sem voru utandyra leituðu inngöngu. Jókst þá ólgan svo hratt að tilraunir til sátta óbreytt kaup báru ekki árangur. Bæjarfulltrúar lögðu á flótta en fjöldi manna réðist þá inn í húsið til að draga þá aftur á fund með valdi. Hámarki náðu átökin þegar lögreglunni barst liðsauki og gefin var skipun að ryðja húsið. Í kvöld náðist síðan samkomulag að ríkisstjórnin legði fram fé til atvinnubótavinnunar svo að ekki þyrfti að koma til kauplækkunar. Þessi átök eru hámark ólgu sem á rætur í kreppunni sem nú ríkir í efnahagsmálum heimsins og hefur meðal annars birst í miklum erfiðleikum í rekstri fyrirtækja, atvinnuleysi og kjararýrnum. Á Siglufirði var deilt afar hart út af kauplækkun við síldarverksmiðju ríkisins. Þau válegu tíðindi bárust að formaður verkalýðsfélagsins hvarf og fannst síðan látinn í höfninni. Verkamenn bönnuðu helsta talsmanni verksmiðjustjórnarinnar vist á Siglufirði og neyddu hann til að fara út í varðskip. Veður hafa skipast skjótt í lofti í þjóðmálum á aðeins 2 árum. Í fyrra risu öldur hátt þegar Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra ríkisstjórnar Framsóknarflokksins rauf óvænt þing með konungsbrefi og boðaði til kosninga í upphafi þingfundar 14. apríl. Höfðu sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn sameinast vantraust á ríkisstjórnina vegna óánægju með kjördæmaskipunina. Þessi fyrirsögn í Morgunblaðinu lýsir vel reiði stjórnarandstæðinga. Mikill mannfjöldi safnaðist á saman við Alþingishúsið og hlýddi á ræðumenn tala af svölum hússins. Á samkomum og í mótmælagöngum stjórnarandstæðinga töldu menn þingrofið vera lögleysu og sumir vildu jafnvel afnema konungstæmið. Stjórnlagafræðinga greindi á málið og sjálfstæðismenn treystu sér ekki til að verða við tilmælum alþýðuflokksmanna að halda áfram þingstörfum
vegna þess að þessa flokka skorti meirihluta í neðri deild. Framsóknarflokkurinn fékk hreinan meirihluta á þingi í kosningum í fyrra, enda var kjördæmaskipunin honum mjög í hag. Hins vegar var hann í minnihluta í efri deild og kom ekki málum fram vegna óánægju hinna flokkana með kjördæmaskipunina. Í vor náðu framsóknarmenn og sjálfstæðismenn loks samkomulagi myndun stjórnar til að höggva á þennan hnút. En vandamál kreppunar yfirskyggja þó allt og þau munu meira en nokkuð annað setja mark sitt á þjóðmál komandi ára.